Ég 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið mann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn spegill sálar þinnar. Ok. Auglýsingar þessa þáttar eru meðal annars sjáðu gleraugnarverslunin. Þið sjáu þessi hérna gleraugu. Ég fékk mér þau sérstaklega til þess að vera Barbara. Af því að mér finnst að Barbara geti ekki verið með sömu gleraugu og ég. Sérst, Barbara trúður sem ég leik. Næsta auglýsing náttúrulega auglýsa námskeikið okkar Önnurósu í Vók og innri trúðurinn og þá, þú veist, talandi trúða. Ég kann að kenna það. Það 8. október, ekki 7. október eins og ég sagði í síðasta þætti. 8. október. Þannig að bara hlakka til að sjá ykkur öll og það endurgreitt frá stéttarfélögum. Svo þarf auðvitað að auglýsa Íslandsbanka sem okkar aðal bakhjarl. Takk Íslandsbanki, dum, og svo það Hambraðstefnan. En við fengum hana Tótu í viðtali í þessum þætti en hún dóttirinnar Rósu Guðnýjar, leikkonu. Ég þekki Rósu Guðnýju, lék með henni meðal annars í Sex í sveit sem var sýnd 140 eða 60 sinnum á sínum tíma. En Tóta mjög eftirminnilegt barn. Ég man eftir Tótu sko síðan hún lítil stelpa. Þegar mamma var að leika, hún og Þór Túleikur voru að æfa eitthvað leikrit í hvað heitir það? Á Gauk og Stöng. Já. Og þú varst algjört villidýr. Já, ég var það. Já, þú ert svona mjög eftirminnilegt barn. Já, mjög sem að var hæpur. bara, þú veist þér ekki öll börn sem að man eftir. Sko. Nei. Og þú var svona barn sem að bara, það eitthvað með þessa stelpu, sko. Já, ég var bara full orku þegar ég krakki, sko. Já, og mammaðin horfði á þig. Ævintýrabarn, sko. Já, og ég man að mammaðin horfði svona í algjöru svona stóískri ró á þig og sko, tilfinningarlega minningin af þessu að hún vissi að hún réði ekkert við þetta. Nei, hún lét stundum eins og við þekktum ekki þegar við vorum í strætó og svona. Þannig ég var alltaf mikið fíflalæti, men hún bara lét eins og ég ætti mig ekki. Já, þetta öfugt mig. Ég lét oft, þegar ég var lítil eins og ég þekkti ekki mömmu. Því mér varst hún svo hávær og erfið að ég man eftir því þegar ég fór með mömmu í búð eða í banka, að ég fór í banka í gamla daga, þá svona stóð ég oft í röðinu, þá reyndi ég að standa fyrir aftan aðrar konur svo það myndi ekki fattast að þetta væri mamma mín. Þetta frekar hinn konan hana. En Tóta, Já. Ég búin að vera að vinna með Tótu undanfarið ár og vegna þess að hún að standa fyrir þessari ráðstefnu, Hampur fyrir framtíðina, sem í Reykjavík núna í október og Tóta eiginlega svona, kalla það eina unofficial grasa hjúkrunarfræðingur landsins. Eða segið þið grashjúkrunarfræðingur eða hamphjúkrunarfræðingur? Ég myndi kalla hann bara grashjúku. Hjúkrunarfræðingar verða pirraðir þeir eru svo uppteknir af því að halda starfsheitinu sínu, hjúkrunarfræðingar. Lögbundið. Og Tóta auðvitað ekki menntaður hjúkrunarfræðingur en hún hins vegar búin að vera aðstoða í Íslendinga og fólk sem hefur viljað leita sér lækninga með óhefðbundnari leiðum og hefur viljað nota grasið til lækninga og hvernig kom þetta eiginlega til Tóta? Þú fórst að aðstoða fólk í þessum efnum. Það var svona fyrir 20 ára síðan þegar vinur minn fékk krabbamein. Þá bara vissum við að hann átti ekki langt eftir. Hann var 29 ára og hann var að fá krabbamein í annað sinn hérna í hálsinn og það var búið að skera hluta hálsinum af þannig að var eiginlega svona sá krabban. Hvað var æxlið þá svona sást? Já, bara sá að það var búið að skera svo mikið af hálsinum. Og við fórum ég fór út allar bæ og reyndi að finna einhverja grasræktendur og gefið sér eitthvað drast frá þeim og fengu svona meira stöngla heldur en einhver blóm. En hvernig datt þér í hug? Það var bara eitthvað sem við vorum búin að vera að ræða, bara þetta hann hafi ekki byrjað að ræða við mig, þú veist. Hann var að leita allar að lausna og konan hans var ólétt og hann nýgiftur og hún langaði þetta bara að vera viðstaddur og reyna að vera með mig eins lengi á hann gat. Var hann þá bara að googla, var hann að lesa sér til? Ég bara man það bara ekki, alveg sér. En svo bara fórum við að reyna að búa til olíu, við kunnum ekkert hvað við vorum að gera, við vissum ekkert hvað við vorum að gera.
hann ákvaði að fara svona græna leið, af því að það var eiginlega eina lausnin var að fara í líknandi meðferð og fá stóma í magan og geta ekki borða lengur og vera þó svolítið bundið við spítala. Þannig að hann ákvaði eitthvað annað. Og hann borðaði bara vígan eða grænan mat og mjög heilbrigðan mat og svo fór hann og við gerðum þessu olíu og þegar við settum olíunar á æxlið og þá datt það svona saman og þá opnaðist á hann kokið og hann gat borðað. Og þetta var svo klikkadæmi. Og báruðu þá olíuna utan á æxli bara sjálf. Utan á æxli sjálf sem sást koma út úr hálsinu. Já, og þá bara fjalla saman og hálsin opnaði og þá gæti hann borðað og svo blésa bara út aftur. Vá. Og hann náði að halda sér heima í heilt ár og hann dó á afmælisdeginum, 30. afmælisdeginum sinum. Og ég nú ekki, til mig ekkert vera eitthvað svona tengda, en ég var á afmæli 15. nóvember og hann 17. nóvember. Og ég var að halda upp afmælið mitt á afmælisdeginum hans og ég lokaði minni í herbergi allt afmælið mitt af því ég fann að það var eitthvað í gangi og þá var hann að deyja. Og þetta svona mín fyrstu upplifun og hann situr alltaf í mér, skilur það, og hann er svona your patient number one. Já, og hann valdi mig til að hjálpa sér og hann lagði línuna fyrir mig. Ég væri ekkert nema út af honum. Og svo þetta bara, þetta bara gerðist og svo kannski einu ári seinna var einhver sem hringir og biður mig að hjálpa sér af því að hann var veikur. Og svo þetta bara hélt það svona einhvern veginn áfram bara smátt og smátt. Þetta var ekkert eitthvað sem ég ákveði og svo bara þetta fyrstu tíð. Ert þú þá í þessum grúppum á Facebook og svona? Því að ég í mörg ári búin að vera að fá svona vinabeiðnir eða svona do you want to join group, þú veist á Facebook, svona hampur á Íslandi og lögleiðing hamps og allt svona og ég búin að vera sko þangað til kannski fyrir ári síðan eða 2 eða eitthvað, þá ég alltaf bara djöfusins rugl, hvaða rugl þetta? Að því ég hef ekki haft neina innsýn inn í lækningaplöntuna eða þá ég á bara minningar af mér sem unglingi og í ruglinu sko. Sko þetta plantan hefur verið lækningaplanta bara í 1000 ára, það er bara þannig. Svo var hún bara tekin frá okkur kringum 1920. Skilur, hvernig er hún tekin frá okkur? Bara með lögbreytingum og Bandaríkjunum tóku það ákvörðun að hleypa bara, það er bara ríka fólki að koma inn öðru hlutum eins og nælon pappír í staðinn fyrir handpappír, new medicine og annað. 50% af öllum lyfjum í Bandaríkjunum voru cannabis-based fyrir 1920. Í alvöru? Ef þú ferð í gamlar bækur, það voru bara meiri hlutin cannabis-based. Og ég get sagt þér það að konur, það fengu að skrifa cannabis upp á öll vandamál. Af því að þessi planta sem að Suður-Ameríkanar kalla Santa Maria eða Heilög María, þetta er sem sagt, það er litið á þetta hjá frumbyggjaþjóðum að þetta sé svokölluð móðurplanta, planta sem hefur fylgt mannkyninu frá örófi og planta sem mannkynið á að nota til þess að hjálpa sér í gegnum alls konar hluti og við alls konar kvillum. Og svo er það sko upp úr 1990 sem kemur í ljós að í mannslíkamanum er kerfi, endokannabíóðakerfi, sem er raunverulega móttökukerfi fyrir öllum þeim góðu eiginleikum og efnum sem í kannabisplöntunni eru. Þannig að líkaminn er með lykla og móttakara fyrir kannabis. Þannig að það er samband á milli mannslíkamans og reyndar allra spendýra. Öll spendýr hafa þetta endokannabíóðakerfi. Þannig að öll spendýr virðast vera með innbyggt kerfi í sér sem að tekur á móti kannabíóðum, þeim virku efnum sem eru í plöntunni og sem getur verið mannkyninu og spendýrum til framdráttar. Ok, má ég spyrja svolítið? Er einhver önnur planta í heiminum með þessa sömu eiginleika? Nei, ekki svo ég veit til. Bara þessi planta. Og að þú segir þetta til 1920 þá er skrifað upp á fyrir allar konur sem eru eiginlega eða svona mikið, þú veist. Er þetta þá einhver vitneskja sem kemur bara með því að Evrópa flytur til Ameríku? Eða var plantan líka í Evrópu? Já, hún hefur alltaf verið alltaf. Bretadrottning notaði kannabis mjög mikið, ég held að Bretadrottning sko 1800 og eitthvað. Já. Margrét Bretadrottning sem var, eða 1817 í mannaði ekki, fyrir 100 árum sko. Hún var fræg fyrir það, hún notaði kannabisplantuna alltaf fyrir alla sína verki og tíðaverki og annað. Aha. Og bæði í oljum og líka reykja, eða hvernig var hún haft ég þekki það nú ekki en ég held að... Kannabis-tinktúrur voru nú framleiddar og seldar í íslenskum apótekum. Hvað er tinktúrur?
Það eru olíudropar, eða svona. Dropar, stundum sem sagt, virku efnin úr plöntunni, sett í hérna bara hreinan vínanda, það eru yfirleitt tinktúrur og svo líka gerða oljur. Þá sem sagt plantan... Eins og blómadrópar. Eins og blómadrópar. Já, bara eins og, og hérna, skoðu bara eins og hérna törpin eða essential oils, hvað kallast það á Íslandi, ilmkjarnaoljur, ilmkjarnaoljur. Þær eru með törpinum og kannabisplantan er með törpinunum, þannig að við erum með orange törpins, við erum með blueberries törpins, við erum með alls konar törpinur sem við erum að fá í öllu öðru í náttúrunni eins og bláberjum og öðru. Og törpinunarnir eru varnarkerfi plöntunar sem gerir það verkum þegar þú ræktar hana þá þarf hún ekki að fá hérna skordýreitur. Heldur ver hún sér sjálfa með þessu rosalega sterkur lykt og svo er hún líka rosalega klístruð, þannig að ef eitthvað dýr fer á hana þá festist það yfirleitt á henni. Þannig að hún er með innbyggt. Og það er mjög cool ef þú ert að rækta og ert að hérna fara að klippa hana og taka hana niður og þú myndir taka svona slow-mo hérna vídeo, þá er hún eins og hérna kóngulónusinn sem er að spýta á þig og það er bara, og þú ert allir klístraður, þú veist, af því að þú varst að harvesta og hún er bara að spýta á þig eins og kóngulóna sem er varnarkerfið hennar. Þannig að þegar þú eftir uppskeru þá er maður allir bara eitt klístur. Ástæðan að því vorum að tala af hverju hún tekin frá mannkyninu, þetta er umverulega líka markaðsleg ákvörðun. Það er sko, hampur var rosalega mikið ræktaður og nýttur í mjög marga hluti, en svo þurfti að greiða götu bómullabænda og annarra bænda sem voru að rækta annað og það er umverulega það sem gerist. Það er bara sett ofur áherslu á aðra ræktun til þess að beina fjármagninu í annað og þá gerist þetta og svo náttúrulega, þú veist, eins og við veitum, svo er náttúrulega bara bannhyggjan með reykan þegar allt er bannað, sko. Já, það var Nixon sem sett hana algjörlega í, sko, A-class drug. Nixon setti, sko, rannsókn í gang 1970 eitthvað sem var til þess sem átti að vera svona skaðleg rannsókn, en úr þessari rannsókn kom ekkert skaðlegt heldur bara jákvætt. Hann, ríkisstjórn Bandaríkjanna, keypti 2 patent, það er patentin fyrir THC og CBD, grófið á henni í jörðu og sett hana á A-class drug listan eða A-lista fíknefna og A-lista fíknefna eru bara lyf sem er ekki með neitt lækna eða medical use, heldur bara það sem drepur þig og eins og við vitum þá hefur kannabisplantan aldrei drepið einn mann og er ekki hægt og hefur verið það reynt að sýna það með rannsóknum að það er ekki hægt. En hún var samt sett þar og þessar rannsóknir grafnar hún í jörðu og þær eru komnar upp á borð í dag, sko. Þannig að... Það var svona 50 ára lok sett á það. Já. Þannig að 2020, ef þetta hefur verið 1970, þá hafa þessar pappirar komið upp 2020. Já, bara sko, kannski, já, þá bara þetta líka, sko... Já, 30 ára. Ég held að Rick Simpson sem byrjar þessa, sko... Vegferð með lyf, kannabis sem lyf, byrjar örugglega kringur 1990 eða eitthvað, sko, hann var langt undan okkar samtíma í Kanada og hann fekk húðkrabbamein og ákvað búið til þessu olíu og læknaði sjálfa sig og svo fór hann að gefa öllum fólkinu í sínu hérna litla hverfi sem hann bjó í og var búinn að bara lækna alls konar fólk með að gigtarsjúkdómum og alls konar vesenni og allir voru bara mjög heilbrigðir í þessu á ég þá til dæmis að ég á CBD-dropa sem ég hef verið að nota til þess að sofa og svona og ég þarf ekki að nota akkurat núna. Gæti ég borið þá hérna á úlliðinu á mér? Nei, það sem þú þarft að gera er að taka CBD 3 á dag til þess að vinna í bólgukerfinu þínu, láta CBD-ið aktivita líkamann sem vinna í vandamálum sem eru í staði. Þú gerir það ekki með að bera hana á þig, þú gerir það með að taka hana 3 á dag, reglulegir svona fæðubótarefni, þú voru að gera í góðan tíma til þess að vinna á vandamálunum. Ok, takk, þetta vissi ég ekki. Já, þetta er bara eins og taka lífið sitt ef þú ætlar að fá eitthvað út úr því. Já, þannig að, og þú ert sem sagt svona grasahjúka. Ég hef oft kallað mig svona kannski leiðbeinda sjúklinga frekar, sko, en það er bara svona að fólk er búið að taka þess ákvarðan að fara einhverja leiðir og þá fannst mér svolítið svona mikið að fólki vera bara að henda sér í djúpulaugina og lenda í, ef þú notar ekki kannabis rétt og fer úr hratt á stað og svona, þá getur það ekki verið mjög þægileg. Og svo fyrir utan að eftir kannski að mörgum lyfjum, ástandið á þér og annað, það skiptir máli. Þannig að ég reyna að kenna fólki hvernig á að byrja að taka kannabis mjög rólega og hægt og byggja upp þol í líkamanum þannig að það geti notað þessi lyf.
Já. Og það skiptir svolítið máli. Sum lyf geta aukist, lyfjalínar lyfja geta aukist vegna lyfjana, ef þú ert að CBD-olíu til dæmis, sem þýðir það að þú þarft að láta tékka á lyfjalínuninni og þá getur við minnkað lyfjiðin en haldið sömu, einkennum lyfjana. Þannig að þú getur kannski, mikið af fólki á Íslandi í alltaf miklu lyfjanotkun, þannig að þeir komin í svona hálfgett lyfjakóma, þannig að þeim funksiona ekki mjög vel, þannig að þeir eru svona sljó og hlutinir eru ekki alveg að virka. Og oft hefur við bara náð að minnka lyf hjá fólki með 1/3 og búið til svona funksjónal sjúklinga úr því að vera í. Hvað er þetta langur prósess eða hvað ertu lengi svona að leggja stað inn í þetta ævintýri innan gæsalappa með fólki eða inn í þessa rannsókn eða þetta? Þegar fólk kemur til mín, sko ég fekk nú bara einn með mjög slæman taugasjúkdóm daginn og hann var búinn að var svafalla, hann átti erfitt með að labba og litla matarlyst og var að taka sko 3 til 5 gabapent fyrir nóttina og svo gabapentið í dag. Sem svona taugaverkir. Og hrikalega gamalt og ég held að sé ekki gott lyf persónulega. En það tók mig 2 vikur að koma um öllu lyfjum og í það að vera bara mun meira borða og labba og ég get núna 3-4 mánuði sem við hittust og hann fór til útlandi sem var að labba 70 kilometra í ferðinni sinni. Ókei. Já, og ég er með hjúkrunarkonu að fylgja eftir þessum sjúklingi sem gerir þetta mjög áhugaverð, en hún er búin að vera að taka svona verkja og tilfinninga eða bara testa á hann til þess að sjá, það gegna flestir sjást munin og hún er þetta bara, hún er jaw-dropped. Hún sagði bara, alveg nei, hann er hressari, hann sefur betur, hann borðar betur, hann hreyfir sig og hann er hættur að lyfjana sína. Vá. Sko, í mörgum tilfellum er nefnilega kannabis svo líknandi fyrir sjúklinga og bara eykur lífsgæði, eykur tíma sem ef að fólk er kljást við mjög erfiða sjúkdóma og er dauðvona, þá er kannabis oft eitthvað sem kemur inn sem líknandi hönd, lengir tíman sem fólk hefur og einmitt eins og Tóta segir, gerir það að verkum að fólk getur fungerað í veikindunum sínum, sem er náttúrulega alltaf rosalega mikilsvirði og þessi Rick Simpson olía sem var nú það sem ég til mig gaf Stefáni kallið með, hann var veikur, þetta er svona rosalega þykk og rosa sterk olía, rosalega sterk olía og en hún virkar bara svo vel og fólk, sko, og ég man að ég trúði því ekki hvað ég átti að gefa honum lítið. Ég var sagt af manneskjur og það var reyndar ekki Tóta, það var bara götudíler sem kom með Rick Simpson olíu til okkar Stefáns á sínum tíma og hann sagði, gefa honum hálft hrísgrjón og ég fekk olíuna afhenda í svona pínlítilli sprautu og ég sprautaði úr henni og þú veist, þetta var hálft hrísgrjón og ég trúði ekki hvað Stefán var stónd að þessu, hann var svo stónd alveg sko í 9 klukkutíma í hláturskasti og þú veist, með átsíki og þú veist, þetta var svo ótrúlega powerful og hann var náttúrulega undir áhrifum en bara sko, það var bara eins og hann losnaði úr verkjaálögunum. Það var bara eins og að sjá hann fara losna úr álögum. Þetta var alveg makalegt. Það er líka, það fallega veik sko, kannabis er blissful og það sem það gerir fyrir sjúklinga þegar þú ert með depurð, kvíða, þú ert hræddur, þú ert að berjast fyrir lífinu. Það sem gerist er það að þú fær þessi moment sem þú gleymir þig og þú ert í þessari baráttu og þú færð að lifa. Og það verður svo fallegt moment að þurfi ekki alltaf að vera, af því að þegar maður er í svona ástandi þá ertu bara með þetta í hausnum, að þú ert að berjast í lífinu. En að geta gleymt í og fá bara að vera þú stundum er rosa fallegt moment og á mjög áreiðandi moment. Er þetta, þú verður alveg stónd, þú tekur þetta sko, ekki sjúklingar sem taka þetta, sko, sem er að taka þetta meðferð og taka þetta hvern degi. Þú verður kannski stónd fyrstu dagana, en svo færðu bara þol og nærðu að vera functional. En þú samt bara ekki eins upptekinn að því að vera veikur. Og það er svo gott. Vá, þannig að þú eignast í rauninni líf. Já, þú eignast líf, sko. Já. Og þú veist, bara til dæmis eins og mikið af fólki, því ég hef kynnst mikið af fólki sem náttúrulega eftir fráfall Stefáns, sem hefur leitað til mín og spurt um þetta, að það sem er svo mikilvægt að fólk sem er að gangi gegnum erfiða krabbameinsmeðferðir, oft eru sko aukaverkanir af þeim, búa til svo mikil veikindi í fólki og það er þessi mikla ógleði og listarleysi og svona bara þú ert líka bara eitrað líkami af allir lyfjameðferðir, þú veist bara, þú ert með svo mikið eitur inn í þér og
þetta er svo mikið barátta. barátta. Þetta að, hvernig grasolían virkar, að fólk fái matarlyst og þetta náttúrulega var til dæmis til þess að Stefán hélt holdum miklu lengur. Af því að þegar hann notaði olíuna, og eins og Tóta segir, ég meina hann var stónd fyrstu skiptin sem ég var að gefa honum þetta, svo breyttist það, svo auðvitað fekk hann þol mjög hratt, en matarlistin kom og bara þessi léttleiki sem að fylgir plöntunni, sko. Já. Það er bara, og maður er alveg séð að sko, að mikið fólki, sko, sérstaklega í dag, ég er búin að upplifa eftir COVID, þá er bara fólk með svona annað hugafar, það er búið að átta sig á því að lyf eru ekki alveg endilega lausnin og kannski lyf eru ekki hannig til að taka allt þitt líf og margir sem er að ganga þann vegg í dag bara vakna og segja bara fokk, ég er öll með þessi lyfjum, ég er búin að vera aðeins svona lengi og ég á eftir að lifa svona lengi, bara hvað á ég að gera? Og hef kannski búið að fatta bara þetta er lyf sem er ekki eins og hætta á. Og hvað ertu, og nú erum við búin að tala svolítið um krabbamein og þú erum búin að tala um taugasjúkdóm? Já, ég meina við erum með sko verkjasjúklinga, við erum með endometriósu stelpur og stelpur auðvitað bara með tíðarvandamál og svoleiðis og svo er þetta bara taugasjúkdóm, mikið flóaveikin og allt það, þetta virkar alveg hrikalega vel fyrir taugasjúkdóm og það bara er algjörlega á hreinu og svo er krabbameinssjúklingarnir, við erum með ADHD, við erum með Tourette, við veist hvað... Og þunglindi, fyrir suma er kannabis gott gegn þunglindi, þannig að, og það er svo skrítið og væntanlega vegna þess að við höfum þetta endokannabíóðakerfi, að það er mjög misstillt í persónunum. Þannig að það er mjög einstaklingsbundið hvernig kannabis virkar af fólk og það þá er auðvitað að finna út úr því með lagni að sjá hvað þarf ég, hvað hendar mér í mínum veikindum. Sko, og það getur verið mjög einstaklingsbundið. Og það versta er líka, sko, það eru bara 10% af læknaskólum í heiminu sem kenna á endokannabíósysteminu, ennþá í dag. Það eru flesti læknar, flesti háskólar kenna þetta ekki. Þetta, þú veist, búið sanna að þetta er tengt öllum líffærunum þínum, öllu taugakerfinu þínu og það tala um að þetta sé regulator, þannig að þetta sem gerir þér homostatus er CBD. Hann mun segja líkamanum, hei, það er ójafnvægi, nú ætlum við að reyna að finna út af því og reyna að finna jafnvægi líkamann. Þetta Endo þýðir bara innra kannabiskerfi. Svo, þú veist, endo er eitthvað sem er innra með þér. Já. Þannig að það er okkar innra kerfi og það nærist bara á kannabisi. Og þið hafið ekki heyrt krakka sem hafa verið með 100 flóðkast á viku, eins og Charlotte Figge. Ég meina, hún er ástæð fyrir að við erum að taka CBD. Hún var með svona mjög sjaldgæfa flóðveiki sem því þá hún var með 100 klöst á viku. Flóðveiki, sko, hrikalegur sjúkdómur. Og hún var á, sko, ég veit ekki hvað miklu lyfjum, hún var svo miklu lyfja að koma barni að hún alltaf hélt augunum opnu. Og mammunar og pabbi þetta fóru í þessa rosalega vegferð að reyna að finna ykkur lausn fyrir barnið sitt og fundu þessa plöntu sem heitir Charlotte's Webs í dag og það er fyrirtæki byggt í kringum þetta barn og þetta er olía með enga eiginlega THC og hún fær nokkra dropa og hún hættir að fá flóðkost og hún fekk varla kannski 1 kast í mánuði. Og þú veist bara... En hvernig er sko í þessum heima? Því nú eru þið svona, ég meina eins og þú Tóta, og þeir sem að vinna í þessum málum, þeir eru svona eins og frumkvöðlar eða þú veist, þeir að ganga svona sporgöngufólk af því að kerfið er svo mikið, stingur svo mikið niður hælunum. Ekki sporgöngufólk, þess að sporgöngufólk gengur í sporunum á einhverjum öðrum. Er það ekki fólk sem gengur á undan og þú ferð í sporin þeirra? Nei, frumkvöðlar eru þeir sem fara fyrstir, sporgöngufólk eru þeir sem ganga eftir frumkvöðlunum. Ganga í sporum annarra. Já, sporgöngufólk. Ég hélt að sporgöngufólk sem gengi á undan og við kemum svo í sporin. Ok. En það er allavega mikið af sporum. Það er mörg spor. Mörg spor. En segðu mér, hvernig, við tölum um þetta hér og við gerum okkur grein fyrir að þetta er ólöglegt hér og það er, þið haldið samt ráðstefnu, þar sem allir sem koma frá löndum þar sem þetta er leyfilegt eða hvað? Já, allir fyrirlestrarnir eru að koma og þetta sko koma fyrirlestrar frá 10+ löndum minnst. Já, þetta er medical cannabis, sko, lyfjahampur er löglegur nú bara í flestum löndum í vestrænum heimi og hefur verið það í þó nokkur ár. En ekki hér? Ekki hér, löglegur á öllu Norðurlöndunum, þótt að aðgengi sé misgott en þá er Ísland eina sem er ekki búin að löglega. Ok, þannig að þetta er allt að gerast
á bara, það allt sem þú ert að gera. Er búið að gerast og er búið að vera í gangi lengi annars þar. Ég er ekki að finna upp hjólið sko. Nei. Alls ekki. Nei, ég meina, En ertu það ekki sem að- svo stórkostlegt við Tótu er það að hún bara hagar sér eins og þetta sé löglegt hérna. Vegna þess að vitanlega á fullorðið fólk að hafa val þetta. Það er fáránlegt að ríkið eða ríkisstjórnin stoppi það að fólk fái aðgang að náttúrulyfjum sem að fólk er að nota allar jarðir löglega og af hinnu og með leyfisveitingum frá hinnum opinbera. Af hverju mega Íslendingar það ekki? Af hverju mega Íslendingar bara nota brennivín til þess að setja hana sig, sem er náttúrulega mjög skaðlegt. Af hverju má fólk ekki nota lækningalyf? Þetta er mjög skrítið. Og svo líka er bara ríkisstjórnin okkar með rosa stór gól það að vera eitthvað rosa heilbrigð þjóð og betri og carbon neutral og allt þetta. Við erum með rosalega stór gól hvað við ætlum að vera rosalega perfect og góð og græn, en við erum með enga aðgang að náttúrunni, við erum ekki með neina hvata fyrir fyrirtæki að breyta sér úr mengandi fyrirtæki, ekki mengandi, eða verða grænni. Sko, við verðum ekki heilbrigðari, við verðum að bíða eftir því að verða veik og fara að taka upp töflu. Við verðum heilbrigðari með því að kenna börnunum okkar að huga að sjálfu sér, sem við gerum ekki. Og líka megum við ekki að gleyma það að náttúran, hún er ekki, sko, við getum aldrei holdt á náttúruna eins og önnur lyf, af því náttúruna er andleg líka. Allt sem þú tekur frá náttúrunni mun líka fara í spiritið og vinna í því. Og hún er andleg. Og þú veist, Santa María er rosalega falleg, hún tekur ógeðslega fallega utan um þig, ótrúlega fallega utan um þig. Hún er heilög og hún er hönnuð fyrir þig. Það er bara búið að segja þér að hún sé svona vond. Og það er eina. Og ef við tökum á mótinni með ást og umhyggju, þá getum við gert kraftaverk fyrir þig. Hvernig eru þessar ungu konur og ungu konur, af því að þær eru ekki konur á breytingaskeiði. Hvernig með vanandi legslímu. Við vorum ekki konur á breytingaskeiði. Já, ég var full af orku. Og það var ekki til kvíði í mér. Nei, einmitt. Ég fekk aldrei kvíða fyrir ég var svona fullorðin, fyrir eftir 50, sko. Og ég var heldur ekki að hugsa svona oft hvort ég væri að fá Alzheimer. Því ég hugsaði það svo oft þegar ég byrjaði. Nú byrja að taka CBD-olíu. Já, en Þrisvar á dag. Fyrir Alzheimer, til þess að fyrirbyggja Alzheimer. Já, það var kannski skemmtilegt. Það hefur verið að gera mikla rannsóknir á Alzheimer og CBD. Og sérstaklega En þú ætlaðir að færa fókusin á konurnar. Ég ætla að færa fókusin á ungu konurnar og legslímuflakki. Það heitir endometriósa í dag, ekki legslímuflakk. Og heitir endometriósa. Ok, ég læri þetta einhvern tíðan. Þau þýðir það að hún getur farið í öll 11 líffærakerfi en ekki bara í legslímið hérna. Þannig að þetta er sjúkdómur sem getur búið að fara í hjartað og lunguna þér. Getur valdið hrikalega skaða ef að legslímið kemur á flakk. Já, ok, ég veit ekki. Nei, þetta er alveg hrikalega vondur sjúkdómur. En 10% kvenna þjáist af þessum sjúkdómi og þetta er náttúrulega bara afskaplega sársaukafullt og sumar konur geta ekki unnið og verða alveg undirlaðar af þessum sjúkdómi og af svo miklum verkjum. Aðrar þola betur við og geta stundað vinnu en því miður er bara mjög margar sem verða bara óvinnufærar vegna tíðaverkja. Og þetta er ekki bara tíðaverkja, þetta fer út fyrir legið hjá þér og það getur blætt allstaðar og svo verður þetta samgróningar og þegar þú ert að hreyfa þú ert að rífa upp sárin. Þannig að þetta er rosalega invasive og þú ert rosa mikið örum og sárum og það er rosa mikið átökun inni, sko. Og hvernig leiðir þessar konur inn í kannabis? Það er bara risa rannsóknir sem hafa sýnt það að við erum með mjög mikið að endokannabíóðum eða reaktorum í leginu og sækjast okkur alls staðar þar. Og sem betur fyrir eru svo mikið af konum, hjúkrunarkonum í þessum iðnaði í heiminum. Og það sem við fundum út þetta er bara það er litla sem engar rannsóknir hafa verið gerðar konur og tíðaverki og endometriósu, að það eru karlar sem standa fyrir öllu rannsóknum í heiminum líka við. Og þegar ég áttaði mig á því, þá varð ég mjög reið. Ég bara segja það, ég var svo reið og ég var svo sár af því ég er eina af þessar stelpur sem að hefur talið verið með endometriósu, hefur ekki verið greind með hana, en þegar ég fór á mínar blæðingar, þá lá ég í viku lágmark, algjörlega át, og ég var með verki lágmark 3 vikur á mánuði. Þannig ég var alltaf fundið fyrir leiðin á mér. Ég var alltaf verið með endalausa þrýsting, eitthvað hérna í gangi sem er ekki þægilegt og dregur manni. Og þetta er bara rosa lýjandi.
Þetta bara lýjandi að vera með eitthvað svona rosalega svona strekt kerfi sem alltaf að láta finna fyrir sér. Stundum leið mér bara eins og ég var að eiga barn, sko. Þetta svo mikið, verkir og hríðar og eitthvað neð. Og hvernig hjálparu endókonunum? Sko það er bara rosa flókið til að byrja með, maður þarf að prófa sér rosa mikið áfram af því það ekkert eitt sem virkar á þær. Og en auðvitað að byrja að taka olíurnar og gera það reglulega til þess að byrja að hjálpa líkamanum. Það, ég ekkert að byrja, við breytum einhverju einu degi, þetta er prósess. Þetta er náttúra, af því að náttúruna það er ekkert fix. Nei, og það er sama með farmasútikula, lyfja, það breytir ekki, það er bara til þess að halda þær í lagi, það er ekkert að fara að lækna þig. Allt er hannað bara til þess að halda þær í lagi og helst í lífstíl, þannig að þú þarf að taka töfluna hverjum degi en ekki eftir þörfum, sem eitthvað annað sem ég líka mjög ósátt að sé stefna hjá farmasútikulu fyrirtækjum, bara framleiða lífstíllyf. Þannig að þeir setja forðalyf í allt, svo þú þurfir alltaf að éta töflur. Já, sem ekki hollt og gott fyrir okkur. Ok, en þannig að þú hittir þessar konur. Já, þær leitaði yfirleitt bara til mín og bara búin að taka þessa ákvörðun og þá ákvað ég bara, þá tek ég þá ákvörðun að leiðbeina þeim og til þess að segja þeim hvernig það að gera þetta þannig að þetta verði fyrir það lyf sem virkar. Þú getur búið til stíla. Við getum búið til stíla bæði fyrir... Og sett upp í leggöng. Já, bæði leggöng og svo getur líka notað endaþarmi fyrir ristilvandamál og annað. Þú getur... Mjög mikið af fólki með sko, meltingarvandræði og ristilbólgur og svona. Króns og allt þetta og við höldum að kannabisol er besta sem getur gert. Já, besta sem að fólk fær við krónískum magabólgum og ristilbólgum og ég þekki nokkra slíka sjúklingar sem að eru búin að halda sér góðum bara í nokkra áratugi með þessum hætti og læknar þeirra jafnvel segja við þá bara já þetta er að virka fyrir þig, ég ger engar athugasemdir við þetta vegna þess að THC olía er að virka betur á ristilbólgur heldur en oft lyfin sem fólk er að fá. Okay. Og hún er líka, CBD olían er hrikalega bólguefni sko. Ef þú ætlar í bólgu minnkandi kúr þá áttu bara að taka fullt af CBD olíu með smá kúrkuminn og svona þú áttu bara að koma bólgusprengi. Og náttúrulega fyrir sko okkur eins og við erum orðnar við erum á 60-aldri Halldóra að við gerum við erum bara alveg að verða 60. Já, ég veit það og við erum akkurat á þeim aldri þegar líkaminn byrjar að verða þreyttur undan því álagi sem við höfum verið í sem mæður og úti vinnandi og allt þetta og ganga með öll þessi börn og allt þetta og þetta er aldurinn þar sem að líkamann okkar byrjar að gefast upp og gigtin kemur inn og vefjagikt og allt þetta þessi þreytuengin sem koma fram í konum á miðjum aldri og CBD er náttúrulega bara stórkostlegt fyrir okkur og við eigum að moka CBD í okkur til þess að bara halda öllum liðum og tilfinningun í skrokknum betri áfram og ég meina fyrir mig, ég tek CBD olíu okkur einasta degi og er búin að gera núna í meira en ár. Ok, ég á CBD droga. Bara byrja að taka því alveg, þú mynd finna svo mikið mjög bara því að bólgurna byrja að byggja líkamann. Bólgur eru þetta byrjun á öllum okkar vandamálum og ef við náum að halda bólgurna niðri þá náum við að halda bara líkamann miklu betri ástandi og hún er líka bara, ég vil segja sko sérstaklega maður orðin fullorðinn þá þetta fyrir alltaf, þetta ég segi endokannabinosidum okkar að vera ekki eins stabílt. Það er bara þannig, sumir er bara með þetta perfect og fæðast í góðu ástandi og aðrir ekki og alls konar og misjafnt. En við framleiðum okkar eigin kannabíóða líka, bara með að dansa og hlæja og hafa gaman og svona. Þannig að það er líka, við erum með kerfi sem að framleiða þetta og þetta er kallað blissful, sko, molecule. The blissful molecule. Og sem að við gefur okkur blissful og við framleiðum sjálf kannabíóði. Þannig að við erum alltaf, hann er the blissful. Hérna, má ég aðeins nördast meira, spyrja meira svona spurninga. Vex plantan líka í Asíu? Já, hún er upprunalega þaðan. Og hún er upprunalega, já þetta er lækningar, kýmverskar lækningar og allt svona. Ég meina hún er upprunalega frá Himalaya Bekka í Indlandi myndi ég telja, en sagan hennar kemur frá Asíu sko, já ekki bara, og hún er gyðja í asísku trúum. Og í Tælandi þá er eina af gyðjunum Santa Maria og þeir biðja fyrir henni ennþá í dag. Þannig hún og þeir fara og koma
gefa henni plöntuna og allt. Hún líka í Afríku. Og sko, hún þetta í Marokko á sína lengstu sögu þetta og eiga sína lendrikplöntur sem því að það þeir sitt eigið rosalega flottar tegundir sem að vaksa bara þaðan. Hún lendrik það því að fuglar éta fræin af henni og fljúga milli heimsálfa og svo mixa saman ný bríð. Já, ok. En sko, ég hef, ég bara, sko... Með þess að Tælandi búa löglega, sko, bara svo við veitum. Já. Og ef Tæland getur löglegt, þá hljóta við geta gert það. Já. En það svo makalist með þessa plöntu af því hún virðist hafa ratað alla heimsbyggðina og hún hefur verið svo ótrúlegu aðlagunarhæfni og hún hefur líka þessu ótrúlegu, það þetta að gera svo margt úr henni, hún er svo fjölhæf, þessi planta. Hún einhvern veginn, þú veist, það þetta byggja úr henni, hún Einmitt, þú meina bara hampur sem byggingarefni? Já, ég bara að tala plantan, hvort sem Þú getur búið, sko, ég skal bara svona setja, þú getur búið til ethanól úr plöntunni sjálfur. Úr fræinu getur þú búið... Hvað ethanól? Ethanól hreinn vínandi. Hreinn vínandi. Þú getur búið til, dísel, grænt dísel úr fræjunum. Þú getur búið til plast úr plöntunni. Þú getur búið til byggingarefni. Þú getur búið til undirlag fyrir dýr sem 5 sinnum rakadarægara heldur en spanir sem þú setur undir og bakteríudrepandi og lyktardrapandi. Hún bindir jörð, ræturnar, þannig að þú þarft aldrei að nota aðra jörð, hún byggir jörðina upp og gera hana betri og betri. Þú getur að nota hann sem millirækt til að bjarga öðrum jörðum sem eru brotnar. Hún svolítið eins og lúpínan. Já, hún jarðvegsbætandi alltaf. Já, og hún til dæmis líka mesti immune booster fyrir býflugurnar. Það ekkert sem betra fyrir býflugur heldur en hampur. Og við vitum náttúrulega ef býflugurnar deyjar þá eru út um okkur. Þá erum við út um okkur. En við getum ekki ræktað hana úti hér? Jú, ég búin að rækta 10 hektara. Það farið upp í 3 metra. Vá, en það hampur til byggingar? Já, til byggingar. En ekki hampur til lækninga? Ég hef ræktað hamp til lækninga úti, eða þá í CBD formi, þá var ég að rækta blómaakur sem að ég notaði sem te, til dæmis, og ég hefði getað notað hann líka í oljur og annað, en ég myndi kjósa þar sem að við búum á mjög vindasamum stað, þá myndi ég frekar vilja fókusa á stönglaræktun úti og blómaræktun inni. Það var ídealt og þetta náttúrulega algjörlega grænn iðnaður og svo kolefnislosandi. Já, við skulum ekki gleyma því. Svona 1 hektar bindir svona 10 tonn af karbon á hverju sísoni, 3-4 mánuðum, þá ert þú búin að binda 10 tonn. Ég er búin að binda 150 tonn af karbon síðan ég byrjaði að rækta hamp fyrir 2021. Oh my god, Keyptir þér jörð? Nei, ég fekk lánaða jörð. Og ákvað að vera bóndi 3 sumur. Ok. Og var bara meðallandi, sko, við erum að tala um out in the nowhere, in no man's land. Það sem mjög langt á milli sveitabæja og svona flatt land. Og vindasamt. Já, in a way, það svona break of wind, hólfandan, sem maður getur veit hvað bletti virka. En já, ég fekk að vera þar á strákunum á Sandhóli í 3 sumur. 3 sumur, en þurftu svo að hætta? Já, ég fór bara að gera ráðstefnuna, en ég málið þegar mér langar að rækta meira, en ég veit ekki fara að rækta fyrir ég fæ leyfi til að rækta fræ frá Kanada. Því ég viss að við þurfum fræ frá þeim til þess að búa til alveg inn á Íslandi. Af hverju? Af því að þeir eru bara í sama ræktunarsónu og við. Við búum ekkert í Evrópu þótt við séum í Evrópu. Þetta er allt spurningu ræktunarsónu. Veðurskilyrðin í Kanada eru líkust hér, þannig að fræin frá Kanada eru langt líklegust til þess að njóta sín vel á Íslandi. Og þetta væri svo sko ídealt fyrir Ísland að fara í stórfellda ræktun á hampi, iðnaðarhampi og líka medical hampi innan dyra, náttúrulega við verum með allt þetta vatn og bara grænu orkun og hitinn í jörðinni og svona getur það auðvelt fyrir okkur að halda stabilu góðu ræktunarhúsi, sko. Þessi business, þessi tegund af, skulum við segja, búskap er miklu meira kolefnislosandi heldur en allar hugmyndir kolefnaförgun sem hafa komið fram á síðustu ára. Karpfisk bara eitt af þessum peningum við í ræktarlandi, það væri við karbon 0 í dag. Við eigum 1000 hektara land sem við getum rækt á Íslandi easily, bara í bindingu, sko. Ok. Já. Fyrir nú utan hvað þetta gæti skapað þjóðarbúinu miklar tekjur. Og svo kindurnar elska hana, og elska hampinn og bara stökkva á, og líka hestarna. Spendýr elska hana og kýr, hestar, og dýr í gamla daga, fyrir 1930, þá voru allir búskapur, til dæmis í Bardatökum, hann borðaði hampfæðu.
sem þýddi það að þetta var í fæðuhringnum okkar. Allur kannabíóðanir, allt. Við fengum þetta í gegnum kjötið Kjötið, þetta var allt í hringrásin okkur. Hvernig ætli kjötið sé á bragðið? Fyrstu gallabuxurnar voru búnar til úr hampi og þær voru Levi Strauss eru úr hampi fyrstu gallabuxurnar. Og alltaf þegar stríð þá þurfti allir að rækta hamp, svo var hægt að búa til nóga klæði, reipi og öðru sterkum efnum fyrir. Það sem þurfti. Það eiginlega bókstaflega hægt að gera allt við þessu. Okay, 25.000 vörufluggar. Það að koma, þessi fyrirlesarar sem að koma og það sem að mér finnst sérstaklega gaman í ára, því þetta í annarskipti sem ég fundi stýri ráðstefnu fyrir hampfélagið, að núna fókusinn mjög mikið á konur og kvenheilsu og þegar maður fer að lesa plöntuna þá kemur náttúrulega ljós í öllum frumbyggja kúltúr að Heilög María, Santa María, þetta planta sem að fylgir konum, fylgir fjölskyldunni. Konur nota þetta til þess að lina verki í fæðingum, konur nota þetta til þess að stilla af sinn tíðarhring og sitt skap og svo framvegis og svo kannabis jafnvel notað út sem fæðubótarefni fyrir fjölskylduna inn í the community og við þurfum að nálgast þessa plöntu aftur á lotningu og forvitni og vilja læra hana. Og svo eru þeir í heiminum sem eru andlega þengjandi, þeir vilja halda því fram að raunverulega ástæðan fyrir því að hún var líka bönnuð var svo að hipparnir sem náttúrulega notuðu grasið mjög mikið fundu þá út að plantan andlegur leiðbeinandi. Það að segja að fólk nálgast hana virðingu eins og spirit, eins og anda, eins og kennara, þá plantan þannig að hún hjálpar þér að komast í samband við þinn eigin líkama og þína eigin sál. Margir sem byrja að nota kannabis verða paranoid og verða hræddir og það vegna þess að plantan, hún kemur mjög nálægt þinni sál og þínu sálarkerfi og ef þú ert ekki tilbúin til þess að skoða sjálfa þig og gangast við þér þá lendir fólk í kvíða ástandi og paranóju en ef að fólk nær að slaka á og bjóðinni inn að forvitni og taka á móti kennslunni þá hjálpar hún fólki að tengjast sínum eigin líkama og sinni eigin sál og getur orðið svona, bara svona enga leiðbeinandi fyrir einstaklingana og sumir andansmenn á sínum tíma héldu því fram að væri verið að loka fyrir notkun á plöntunni vegna þess að fólk yrði of sjálfstætt af því að nota hana því hún líka kreatív, hún setur fólk í kreatív ástand í huganum og það verður skapandi og það verður sjálfstæðara fyrir vikið þegar það kynnist sjálfur sér betur. Svolítið sjáandi. Já, og veitir fólki svona ákveðu öryggi með sjálft sig eftir slíka vinnu og það náttúrulega ekki gott að hafa mikið af upplýstu fólki í samfélagi. Það betra að hafa fólk sem að reiðir sig á það að allir aðrir sjá hlutina. Það verða færri sporgöngumenn ef að Já. það verða kannski fleiri frumkvöðlar. Það Magnús Þórsson, prófessor sem að koma á ráðstefnunni okkar, sem að koma frá Bandaríkjunum. Í fyrra þá ákvað ég að reyna að fara að leita einhverjum Íslendingi og ég hugsa, það alltaf Íslendingur sem vel staddur í öllum miðnum í heiminum. Og ég fór að leita og ég fann Magnús Þórsson og hann stofnaði fyrsta háskólanámið í kannabisfræðum í Bandaríkjunum. Okay. Og algjör brautryðjandi þar. Og hann á fyrirtæki sem heitir Canna Curious sem hannaði eiginlega svolítið kringum 55 plus. How to integrate, bara fólk, integrate cannabis into your life through yoga. Og hann ætlar að koma og fræða okkur og hann líka bara til í að vera til staðar hérna fyrir allar sem þurfa að spyrja spurninga. Okay. Og líka bara til þess að láta ykkur vita allir sem að þurfa á því að halda eða eru eitthvað tengdir ríkisstjórninni, heilbrigðisgeiranum og svona sem þetta fólki sem þarf virkilega að fara að koma að fræða sig og skilja hvað í gangi og hvað við erum að gera og hvað í gangi bara í heiminum. Allt þetta fólk sem að koma til mín, allir þessi gestir, þetta yndislega fólk sem að leggja þetta á sig að koma hérna, sem yfir 30 okkar manns, eru öll til að setjast niður með hverjum sem og gefa sinn tíma og tengja ykkur áfram og gefa ykkur, hvort sem þið viljið vísindin, þið viljið rannsóknirnar eða viljið lögfræðingarna eða áhrif bara sem það hefur á bara þjóðfélagi. Og við skulum bara taka það þar sem þetta hefur verið löglegt. Það minnkar drykkja 20% yfir í þessum löndum. Heimilisofbeldi minnkar 15–20%. Eða þá ef þið eru að hlusta á morgun og komist ekki,
þá ætlum við að selja streym á ráðstefnuna og við tókum upp alla ráðstefnunni fyrra og erum búin að vera að klippa hana og setja hana inn á Hampfélagið, YouTube-rásin okkar, þannig að þið geti farið og frætt okkur áfram. Það það sem að fólk þarf að vita sem að hlusta núna. Já, og þeir sem komast ekki og eru kannski rúmliggjandi eða Eða veikir. það er bara út á landi, eða þið eru í útlöndum í frí og okkur leiðist, Já, þá getið þið komið og... Þá getið þið komið og fylgst með ráðstefnunni online og það verður auðvitað hvernig fólk getur komast þar inn og bara fara inn á Hemp for Future. Og það verður selt inn á hana því við verðum að standa undir okkur, þannig að það verður samt mun lægra og við erum að selja mikið á þessum miðum, sérstaklega erlendis.